segja svona. En við erum komið með frábæra gest. Gest sem að heyri samt ekki í sjálfu sér, er maður þetta? Ekkert stress, Sko þessi hérna Þú hljómar allan vel. Já, þetta svo góður, ég dyrka einmitt, þetta svona, þér kóa minn bara dýpir. Svona. Við erum búin að vera hérna svolítið lengi, en mér langaði ótrúlega mikið að fá þig, Logi, af því að við erum eiginlega, ég ætla bara að segja þetta beinni núna, sem ég sagði við Kristófer Eikóks áðan. Við sigldum inn í þessu útsendingu, ætlum að tala svolítið mikið hérna, ég á bara eitt líf og fíknivanda hjá ungu fólki og feikt og allt þetta. Og við byrjuðum svolítið hefi í því toppiki, en okkur langaði enda svolítið í einhvern veginn bara flottum fyrirmyndum og þeim sem að gera góða hluti og þeim sem að standa sér vel og svo framvegis. Og þá fékk ég ábendingu það að þú værir edrú. Já, ég hætti að drekka fyrir 2 árum. Einmitt. Og það bara, hvar ætlaði ég að fara í þetta núna, sko? Já, nei, það er búið að vera frábært, sko. Mér finnst það geggjað með að breytti miklu í lífinu, sko. Já. Var drykkjan vandamál áður? Nei, það er eiginlega að finna, sko. Ég myndi eiginlega ekki segja að drykkjan hefði verið vandamál. Þetta byrjaði þannig að við vorum að fara að stofna útvarp 101 og við ákveðum við erum að fara, það er mikið að gera þetta ár, við skulum bara allir taka svona áramótaheitt og sleppa víni í ár og bara svona einbetta okkur að þessu verkefni. Og svo gerist þetta bara svona 2 mánuði inn í árið að ég bara byrja að taka til, þetta er eiginlega bara allt annað líf, mér líður miklu betur eftir að ég sleppti að drekka vín og þetta svona svo leiði þetta ár og ég sá bara ekki fyrir mér að mér langaði að fara að drekka, ég saknaði þess ekkert þessi heitarmennska. Og við erum alveg nokkrir, sko, þetta er ég og Sigurbjartur Sturla alla sem að bara hans bara næs að gera það ekki og þetta er búið að vera frábært. Hvernig, sorry. Nei, bara sko. Mér langaði bara að spyrja, hvernig er, nú ert þú tónlistarmaður. Hvernig er það með tónlistarmenn og áfengi og fíkniefni? Er þeir mikið undir áhrifum þegar þeir eru að koma fram? Já. Það fyndna ég las post sem að Justin Bieber postaði fyrir svona 2 vikum, eða í síðustu viku, sem hann var að tala eitthvað, ég er búin að alast upp í sviðsljósinu og það er bara búið að vera fáralegt að vera svona ofurfræður, jara og svo að fara upp á svið og syngja fyrir 10.000 manna og svona dópamín rushið af því og bara svona víma sem maður upplifir af því og fara svo af sviðinu og svo fer maður að spila næsta tónleika og þetta er svona, hvað þetta mikla hæðir og lægðir og ég tendi bara, ég tendi geggja við þetta og fór að rifja upp að vera að túra kannski 2012, ég túraði svo mikið 2011 til svona 2014 og fór að hugsa, maður var að túra kannski 2012-13 og það var bara þannig að til þess að nenna túrnum þá drakk maður, ég held að sko, ég tók þetta einhvern veginn saman, það voru sko 70 dagar í röð sem það var bara drukkið og maður var ekki eitthvað endilega alltaf fyllir í en auðvitað líka. Áfengi er alltaf sljókandi áhrif einhvern veginn á, miðtaugakerfið eða eitthvað saman, hversu litlu magni, sko. Og þetta fylgdi einmitt, sko, svona, bara því að vera að koma fram og það, maður er bara að túra, túr í Þýskalandi og þú færð 2 kassa, 24 bjórar á hverju giggi og þú ert að taka kannski 3-4 mánuði og þú hefur ekkert annað að gera. Þetta varður bara svona, þetta var svo ógeðslega lúmst og svo kemur maður heim og maður er bara búinn að því. Var þetta, nú var ég þér að segja í flugi frá Nóri til Íslands með Icelandair og ég sá heimildamyndina Rettur og Steffsson, síðustu tónleikana og ég áttaði mig líka á því fyrir en ég horfði á þessa heimildamynd hvað þið voru miklar rockstjörnur. Ég til dæmis vildi ekki, ég vissi ekki að þið hefði verið í Þýskalandi að túra og gigga, það einhvern veginn fór aldrei inn á minn radar og þess vegna get ég ímyndað mér að þeirra svona mikið álag. Já, þetta er sko, fyndið við náttúrulega byggum í Þýskalandi og spiluðum mikið og túruðum mjög mikið á sama tíma það voru við samt, þetta var aldrei svona luxustúrar, við vorum oftast í svona 9 manna stórum bílum, við kennum bara á milli og gistum á hótelum eða gistum á einhver svona hostelum
jafnvel, og þetta var alltaf okkur mikið fjör og við spiluðum oft fyrir 10.000 manna, en þetta var svo fyndið einhvern veginn, þetta er svo mikið hark að vera að túra og spila svona þannig að það er okkur gaman að upplifa það, en ég held að ég myndi ekki nenna þið núna. Nei. Bara engan veginn sem ég myndi nenna þið núna. En þú talar að það er bara, þú hafur óvart breytt lífiðinu með því að hætta að drekka. Hvernig? Hvað breyttist í svona þinni líðan? Sko, númer 1, það var ég hafði upplifað alveg mikið þunglindi svona árin áður og þetta ár 2017 þá var ég líka ákvæmt með svona vinn í því, byrjaði að þerapista og byrjaði að taka þunglindslyf og svo fattaði ég með svona eftir semst áramótin, þegar var allir búin að taka þetta áramótaheit, einhvern veginn það hjálpaði líka bara ógeðslega mikið að vera ekki að drekka, og þá náði ég allir fyndið eiginlega stærsta sem gerist fyrir mig var að fá rútínu á daginn minn og þetta tengdist náttúrulega líka því við vorum að byrja með útvarpið. Ég byrjaði alltaf bara að fara að sofa ákveðnum tíma og vakna ákveðnum tíma og þetta vera aldrei þunnur, því að þingan var það versta sko. Það var það sem að dró maður niður 100%. og lét manni líða illa, þannig að ég myndi segja einhvern veginn bara rútína sem ég fekk á lífið líka því ég hafði verið byrjað á lyfjagjöf og líka því ég var bara í talmeðferð og eitthvað það kom allt saman og ég held að það við hitt bara frekar vel hjá mér. Og kannski byggja undir bara það að það búið að ganga vel með útvarp 101 og þeir eru einhvern veginn á einhverju siglingu, eða ekki? Jú, það búið að ganga mjög vel og ég er alveg frekar vissum að við hefum aldrei þetta hefði aldrei gengið svona vel nema af því að við settum okkur að markmið að svona vera allir bara dálítið skýrir í þessu, en svo þetta samt líka á sama tíma þá upplifir maður ennþá alveg fullt af stressi og eitthvað svona og það er ekki eins og maður sé eitthvað frelsaður sko. Nei. En það er samt mjög næs einhvern veginn og ég mæli sérstaklega með, ég fór að hugsa mikið um þetta, það er svo gott þegar að breyta einhvern veginn svona hvernig maður horfir á vínið sko, það þarf ekki vera, það á ekki vera svona sjálfsagt að þetta, að byrja að drekka í rauninni, það á ekki vera sjálfsagt og það er einhvern veginn, það hendar ekki öllum, það er nefnilega málið og það er svona einhvern veginn svona sem vantar kannski oft í umræðan að það er góð prósenta sem að mun ekki henda að drekka og það mun hafa mjög vond áhrif. Já, þetta er lögulegt en þetta er vímuefni. Algjörlega. En svo líka, eins og af því við erum að tala um náttúrulega ég har bara eitt líf og allt þetta dæmi, það er mikið náttúrulega búið að breytast svona síðustu ár og ég var að lesa í morgun svona sko hvað hvert og eitt ráðuneyti ætlar einhvern veginn að setja sér datt inn að heilbrigðisráðuneytið ætlar að koma einhverju löggjöf í kringum svona neyslurými allt svona dæmi, bara ótrúlega mikilvægt að við einhvern veginn hjálpum fólki og reynum að einhvern veginn afglæpa væða það að vera fíkill, við reynum að taka stigmað af því að vera fíkill og leiðum fólk einhvern veginn að takast á við vandamálið við sjúkdóminn sko. Eins og fólk. Algjörlega. Gekkja Logi Petra og takk kærlega fyrir komuna hérna í útvarp 101, alltaf að segja. Nei, við erum ekki það. Hérna í Andrast útvarp, þú ert síðasti viðmælendan okkar á þessum 72 tímum. Það er klukkutími og það er rúmu klukkutími og 10 mínútur eftir. Ég myndi segja þessu klukkutími og 20 mínútur eftir í það að við komum út í beinni útsendingu í sjónvarpsfréttum. Þannig að bara gekkja. Hér er